Kynbundin áreitni hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang að misbjóða virðingu viðkomandi. Hún getur birst í samskiptum sem hafa þau áhrif að einstaklingur upplifir sig minna virði vegna kyns og sem niðurlægja, móðga eða ógna viðkomandi. Kynbundin áreitni á ofta rætur í gömlum staðalímyndum hvernig kynin eigi að haga sér. Þessar fastmótuðu hugmyndir geta verið svo innbyggðar í samfélagið að við tökum ekki eftir áhrifum þeirra á viðhorf okkar. Dæmi þegar gert ráð fyrir að konur skrifi fundargerðir og karlar skipti ljósaperur á vinnustöðum. Móta staðalímyndir viðhorfin á vinnustanum þínum. Kynbundin áreitni getur birst á ýmsa vegu. Kynbundin áreitni gagnvart konum getur birst í því að kona kemur með hugmynd í samræðum samstarfsfólks og henni ekki veitt athygli. Í umræðunum stuttu síðar tekur karl orðið og endurtekur sömu hugmyndina og fær mikla athygli og hrós fyrir. Slíkar aðstæður geta gert lítið úr konunni og valdið vanlíðan. Kynbundin áreitni gagnvart konum getur líka birst í því að konur eru álitnar mömmur á vinnustaðnum. Þá gert ráð fyrir að þær taki að sér hlutverk sem passar við þá ímynd, þótt að hafi takmörkuð tengsl við faglegt starf þeirra, til dæmis að sjá kaffi eða frágang eftir fundi. Kynbundin áreitni á vinnustað getur einnig beinst að þeim sem falla ekki að hefðbundnum kynjahlutverkum. Dæmi þegar transkona ítrekað kölluð hann, þrátt fyrir að hafa óskað eftir því að vera kölluð hún. Dæmi kynbundna áreitni gegn karli þegar hann segir frá því að leikskólinn hafi hringt og beðið hann að sækja veikt barnið sitt og hann fær tilbaka lítillækkandi athugasemdir og grín með gamaldags viðhorfum hlutverk kynjanna. Slík viðhorf viðhalda staðalímyndum að barnauppeldi sé eingöngu á ábyrgð kvenna og draga úr mikilvægi jafnrar foreldraábyrgðar og þátttöku kynjanna á vinnumarkaði. Karlar í hefðbundnum kvennastörfum, eins og mönnun eða leikskólakennslu, geta orðið fyrir kynbundinni áreitni vegna staðalímynda að störfin hendi ekki körlum. Þetta getur leitt til þess að þeir fái önnur verkefni en bein umönnunarverkefni, eins og að spila fótbolta. Slík viðhorf geta dregið úr faglegri virðingu þeirra og möguleikum á að fullnýta hæfileika sína á þessum starfsvettvangi. Kynbundin áreitni í vinnuumhverfinu vandi sem getur haft djúpar rætur í menningu vinnustaða og daglegum samskiptum starfsfólks. Hegðunin getur haft neikvæð áhrif á faglega hæfni og árangur starfsfólks og valdið vanlíðan. Vinnum saman að því að móta heilbrigða vinnustaðamenningu þar sem okkur líður vel og við berum virðingu fyrir hvert öðru, óháð kyni. Verum meðvituð eigin viðhorf, tökum ábyrgð á eigin hegðun og tryggjum að öll á vinnumarkaði fái tækifæri til að blómstra.